Björn Ófeigsson fékk að finna það á eigin skinni hversu mikilvæg heilsan er. Árið 2003 fékk hann hjartaáfall og var mjög veikur lengi á eftir. Þó hann geti ekki hlaupið eða klifið fjöll er hann þakklátur fyrir það að geta hreyft sig. Hjólreiðarnar hafa gert það fyrir mig að ég get farið út, ég get andað að mér fersku lofti og fengið vindinn í hárið. Og fyrir mig er það náttúrulega alveg ótrúleg lífsgæði í raun og veru. Þegar ég er að hjóla, með því að hjóla, að þá hefur hjartastarfsemin hjá mér, hún hefur batnað. Það er engin spurning. Pælir eitthvað í næringu? Ég var náttúrulega þungur þegar ég fékk hjartaáfallið og ég var með ofhátt kólesteról. Þannig að þetta voru þættir sem maður náttúrulega þurfti að taka á, bæði náttúrulega við lyfjum og svo náttúrulega mataræði var svo stór partur af þessu öllu saman. Svo þegar það líður á og þá kemur það í ljós, þá er blóðsykurinn allt í einu kominn í tómavitleysu. Þá ákvað ég að breyta mataræðinu til þess og ég náði honum niður. Persónulega hef ég ekki farið mikið út í fæðubótarefni. Mér finnst það að vera alveg hreint að byrja bakkafullan lækinn vegna þess að það er náttúrulega svo ofboðslegt framboð og alls konar. Og ég er ekkert endilega viss hvað það gerir fyrir mig. Aftur á móti veit ég það að ef ég borða mat sem er hreinn, sem er ekki unninn, þá veit ég að hann er góður við mig og fer vel í mig og ég held að það sé bara miklu mikilvægara. Ferðu einhvern veginn út á sporinu þegar það kemur næringu? Já. Menn fundu út úr því á Reykjalundi að svefninn væri í rugli hjá mér. Þannig að þá var ég á 2 tegundum af svefnlyfjum og í 10 ára þá borðaði ég svefnlyf. Og ég vaknaði jafnvel á nóttunni til þess að taka meira svefnlyfjum til þess að geta sofið meira. Nema þá var einn ágætur maður sem bauð mér á svefnnámskeið og ég ákvað að þiggja það. Og ekkert endilega með það í huga að hætta að taka svefnlyf, þetta var bara meira til fróðleiks. Nema ég fór og það merkilega gerðist það að ég hætti að nota svefnlyf og ég hef ekki notað svefnlyf síðan. Finnst þér lífið hafa tekið meira af þér eða gefið þér meira? Eins undarlega eins og það kann að hljóma. Að það hafa lent í þessu, að hafa lent í því að fá þessa hjartabilun, að þá hafi ég orðið að betri manneskju.